iCloud. Þá kemur þarna að það sé upptaka. Ok, ég ætla að byrja bara eins og venjulega með bæn. Drottinn Guð, við þökkum fyrir orð þitt sem þú hefur gefið okkur í heilagri ritningu. Við biðjum að þú opnir orð þitt fyrir okkur. Í Jesú nafni. Amen. Þetta sem sagt ritningalestur fyrir 23. sunnudag eftir þrenningarhátíð sem er næstkomandi sunnudagur. Þá reyndar haldið upp á líka allra heilagra messu sem eru þá aðrir textar. Þannig að það verður líklega einhver munur á í kirkjum landsins hvort það verður haldið upp á 23. sunnudag eða allra heilagra messu, en við kíkjum sannsagt á þennan 23. sunnudag eftir þrenningarhátíð. Og ef maður kíkir á vef kirkjunnar þá sett upp þema fyrir daginn kirkjan í heiminum og það alltaf áhugavert að lesa bænina sem sett fyrir þennan dag og ég lesa hana hér líka. Guð, þú sem einn ert drottinn, gef okkur kjark til að fylgja kalli þínu og taka þá áhættu sem felst í frelsinu sem þú kallar okkur til fyrir Jesú Krist, bróður okkar og drottinn. Amen. Þetta sagt bæn sunnudagsins. Það svolítið erfitt að sjá hvernig þetta tengist. Ég ekki alveg viss það sjálfur. Að fylgja kalli þínu og taka þá áhættu sem felst í frelsinu sem sagt bæn dagsins. En fyrir ritningalesturinn hann úr Sálmunum, kafla 50, eða Sálmi 50. Og það þá þessi vers 14 til 15 og vers 23. Fær Guði þakkargjörð að fórn og gjald hinum hæsta þannig heitin, ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. Sá sem færi þakkargjörð að fórn heiðra mig og þann sem breytir grandvarlega vil ég láta sjá hjálpræði Guðs. Það svolítið áhugavert að sjá það hvernig þetta þýtt síðan í Biblíu 21. aldar. Ég las það úr 81 útgáfunni, þar sem aðeins öðruvísi þýtt. Færðu Guði þakkarfórn og efndu heitin við hinn hæsta, ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. Sá sem færir þakkarfórn heiðra mig og þann sem breytir grandvarlega læt ég sjá hjálpræði Guðs. Munurinn sem sagt sá að í Biblíu 1981 stendur fær Guði þakkargjörð að fórn. En þetta sagt bara þýtt einfaldlega í Biblíu 21. aldar, fær Guði þakkarfórn. Og það svolítið munur á það hvort tveggja líklegast rétt þýðing, en það þarf stundum að velja hvort heldur Þannig að þá getur maður litið á sálminn í heild sinni og flettum hérna bara aftur að 50. Þannig að við sjáum upp af sálmsins, þá þetta Asafs sálmur sem skrifaður eftir Levítan Asaf. Hann var uppi á tíma Davíðs konungs og fleiri sálma í sálmabókinni. Og þessi sálmur fjallar þá almætti Guðs og dóm hans sem yfirvofandi og hjálpræði hans. Asaf predikar hérna í sálminum að þetta dóminu sé yfirvofandi og við sjáum frá versi 7 að það að drottinn sjálfur sem talar við hinar réttlátu í þjóð Ísraelsmanna. Og hann bendir þeim eiginlega á þá einföldu staðreynd að það hann sem hefur skapað allan heiminn og það allt í heiminum sem tilheyrir Guði. Af því hann hefur skapað það, þá á hann það líka. Og það þá hann sem gefur allt líf og sér fyrir lífinu og það hefur þá afleiðingu að það ekki hægt að gefa Guði eitthvað sem ekki tilheyrir honum þegar. Allt það sem við getum tekið úr heiminum og gefið Guði eða gert fyrir hann, það eitthvað sem þegar tilheyrir honum. Þannig að Guð að mörgu leyti sjálfum sér nógur, það vantar ekkert. Við getum ekki gefa honum eitthvað sem hann vantar. Hann hefur enga þörf á fórnum og þegar hann þá samt sem aðrir fyrirskipa fórnirnar, þá þýðir að fórnirnar hafa aðra merkingu. Kannski þetta best tjáð í Matteusarguðspjalli í 16. kafla 26. vers, ég flettum bara upp á því. Stendur þarna, hvað stoðar það manninn að
eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Ef maður ætti allan heiminn, þá það samt ekki hægt að nýta sér það til þess að greiða Guði fyrir sálina. Því að heimurinn þegar í eigu Guðs, það ekkert sem að Guð vantar. Það ekki að nýta til þess að borga honum. Þannig að það verður að snúa því við. Allt eru Guðs gjafir. Það sálminn aftur upp. Allt þetta eru Guðs gjafir og allt sem við eigum og fáum frá honum og þá merkir það líka það að fórnirnar, þær eru leið Guðs til þess að gefa réttlæti. Og það gerir að 1981 þýðingin sennilega betri, fær Guði þakkargjörðarfórn, vegna þess að fórnirnar ekki hægt að gefa Guði neitt sem hann á ekki neitt. Þannig að þá það eina sem eftir að færa honum þakkir. Færa honum þakkargjörðarfórn. Það var rétt af Ísraelsmönnum að færa hinar skyldu fórnir, vegna þess að Guð hafði fyrirskipað þær, en þær gátu ekki afnumið syndir. Og það kemur reyndar fram líka í Hebreabréfinu í kafla 10, versi 4. Því að blóð nauta og hafra getur með engu móti numið burt syndir. Það samt Kristur einn sem getur gert það. Og þakkafórnin, hún til þess, hún fyrir þann mann sem að Guð reiknar trú hans til réttlætis. Og þakkafórnin þökk fyrir einmitt þetta. Þess vegna myndi að vera eðlilegt að við förum aftur í sálminn að við lesum líka hina hliðina á málinu. Það sem á eftir kemur. Við getum lesið bara vers 16 til 18, það þarf ekki að lesa þetta allt, en það sem kemur eftir en við hinn óguðlega segir Guð, hvernig dirfist þú að telja upp boðorð mín og taka sáttmála minn þér í munn, þar sem þú þó hatar aga og varpar orðum mínum að baki þér. Sjáirðu þjóf, leggur þú lag þitt við hann og við hórkarla hefur þú samfélag. Og þannig heldur þetta sem sagt áfram. Það hinn hliðin, það hinn óguðlegi, sá sem ekki hefur trú til Guðs. Og síðan kemur það í afsakið. Síðan kemur þá þetta niðurlagið í versi 23. Sá sem færi þakkargjörðarfórn heiðra mig og þann sem breyti grandvarlega vil ég láta sjá hjálpræði Guðs. Við skulum þá halda áfram í síðari ritningalesturinn sem úr öðru Korinthubréfi og hann í kafla 8 og það vers 1 til 8. Áður en þar að komið myndi líklegast vera best að segja aðeins hvar þetta á sér stað og hver aðdragandinn að öðru Korinthubréfi. Og við þurfum bara að fara svolítið langt tilbaka og hérna þá kortið af Miðjarðarhafi og svæðin í kring. Við zoomum aðeins inn á Ísrael sem hér. Hérna Galileguvatn og Dauðahafið og nokkru ofar í Sýrlandi finnum við Antíókíu. Og í Antíókíu í Sýrlandi myndast söfnuður sem svo fyrsti sem samanstendur að fyrirverandi heiðingum. Og þegar apostlarnir komast að þessum söfnuði þá ákvað að senda Barnabas til Antíókíu til þess að kenna þeim. Og Barnabas hann ferðast þá einnig til Tarsus og fær með sér Pál til þess að koma og hjálpa sér við þetta verk í Antíókíu. Og þeir þarna tíma að kenna. Og þar kemur spámaður sem heitir Agabus og hann segir fyrir mikla hungursneyð sem muni koma yfir heimsbyggðina. Og þá ákveðið að söfnuðir víðsvegar ríkið eigi að senda peninga til Jerúsalem og til Júdeu til að hjálpa söfnuðunum. Þar sem virðast þá búa við nokkra fátækt og kannski það út af því að það voru margir sem seldu eigur sínar í frumkirkjunni
en það getur verið ýmsar fleiri ástæður fyrir því og náttúrulega hungursneyðin mikil ástæða þarna. En þetta gerist sem sagt áður en Páll er yfir höfuð byrjaður að ferðast. Þá kemur þessi spámaður Agabus og segir fyrir að þetta muni gerast. Svo það stuttu síðar þá, ef við zoomum aðeins út hérna aftur, að Páll fer af stað í fyrstu kristniboðsferð. Hann sendur af, þetta var alltaf mikið, hann sendur af Heilögum Anda gegnum söfnina þarna og fer sjóleiðina til Kýpur og síðan inn í Galatíu eða það sem var kallað Asía á þessum tíma og fer í svona sveig hérna til Antíókíu og Íkonium og Lystra og Derbe og síðan fer hann sömuleið tilbaka og aftur til Antíókíu. Og það sem hefur gerst þegar hann kemur aftur til Antíókíu að þá hafa komið gyðingkristnir sem hafa verið erfiðir vegna þess að þeir kenna þá það að maður verði að taka umskurn og gerast gyðingur áður en maður getur orðið kristinn. Og Páll auðvitað harðneitar þessu og sendir bréf til Galatíu til safnaðanna þar sem kallað Galatíubréfið og í ritningunni okkar og síðan ferðast hann þá til Jerúsalem á fund postulana til að ganga frá þessu máli. Og það má nefna að jafnvel í þessu Galatíubréfi sem þá fyrsta bréf Páls sem við höfum, að jafnvel þar þessi söfnun fyrir söfnunum í Ísrael eða í Júdeu, hún nefnd svona rétt í einu orði. Nú þegar Páll kemur aftur frá Jerúsalem til Antíókíu þá hann tíma en síðan ákveður hann að ferðast og heimsækja söfnuðina aftur til þess að sjá hvernig gengur og styrkja þá. En síðan heldur hann, þegar hann farin í gegnum Asíu, þá heldur hann bara áfram og fer vestur á bóginn og kemur þá það bil hér að hafinu eða að vesturströndinni og þá það sem svo gerist að hann dreymir draum mann sem stendur í Makedóníu og biður hann að koma yfir til Makedóníu. Þannig að þeir, Páll og förunautar, þeir fara um borð í skip og ferðast hérna yfir og koma til Makedóníu og kannski zooma aðeins inn aftur. Og það þessi makedónísku söfnuðir sem eru stofnaðir hér, þannig fyrst í Filipi, það bil hér, það vantar hérna Filipi á kortið, þar Lídía og húsið hennar sem verður fyrst kristnað og síðan fangavörðurinn, eftir að Páll og Sílas hafa verið kastað í fangelsi og þeir eru húðstrýktir gegn lögum Rómaveldis, vegna þess að þeir voru rómverskir borgarar. En eftir það þá eru þeir reknir úr borginni og þeir ferðast hérna meðfram ströndinu og koma síðan til hérna Þessalóníku og síðan til Berju hér niður frá og síðan förinni haldið áfram þá suður eftir hérna Grikklandi og þeir koma til Aþenu og til Korintu. Og síðan þá ferðinni heitið aftur heim til Sýrlands og þannig endar þessi önnur kristniboðsferð. Og þessi söfnuðir, þeir eru erfiðir, sérstaklega Þessalóníka, það mikil ofsókn og gyðingarnir sem ofsóttu þá í Þessalóníku, þeir eltu þá síðan til Berju. Og eins nefndi ég þarna Filipi. Samt sem áður getum við lesið til dæmis í Filipibréfinu sem Páll skrifa til þess safnaðir seinna að þeir hafa séð það sem sitt sérstaka hlutverk að senda Páli þá hjálp sem þeir gátu. Þannig að ég sendi honum svona pakka með alls konar sem hann þurfti á að halda. Í þriðju ferð, Páll komin aftur til Sýrlands og til Antíókíu og síðan ákvað hann að fara í þriðju ferð og aftur fer hann gegnum Galatíu og heimsækir alla söfnuðina og kemur síðan á ströndinni, að þessu sinni kemur hann til Efesus og þar í 2 ára skeið og síðan ætlar hann yfir til Korintu en þá verður samt úr að hann ferðast norður og kemur aftur til Makedóníu. Og það á þessu tíma meðan hann í Makedóníu og ætlar sér áfram til Korintu að hann skrifar annað Korintubréf
og sendir þá undan sér. Og það sem augljóslega hefur gerst hérna að þessir söfnuðir á þessu erfiða svæði, þeir hafa ákveðið að þeir muni styrkja söfnuðina í Júdeu og hafa safnað saman peningum og vilja að Páll taki það með sér þá til Jerúsalem þegar hann fer aftur suður. Og Páll hann sendir þetta bréf til Korintu. Það ýmislegt við þetta í bréfinu, það fjallar ekki bara með söfnun, en þessi vers sem eru sér í ritningalesturinn, þau fjalla einmitt það. Og þá lesum við versin. Það 2. Korintubréf, kafli 8, vers 1-8. En svo viljum við, bræður, skýra yður frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur ríkdómur gleði þeirra og hin djúpa fátækt leitt í ljós knægð örlætis hjá þeim. Ég get vottað það, hversu þeir hafa gefið eftir megni, já, megn fram. Af eigin hvötum lögðu þeir fast að oss og báðu að mega vera í félagi við oss samskotin til hinna heilögu. Og þeir gjörðu betur en við höfðum vonað. Þeir gáfu sjálfa sig, fyrst og fremst drottni, og síðan oss að vilja Guðs. Það varð til þess að við báðum Títus að hann skyldi leiða til lykta hjá yður þessa líknarþjónustu eins og hann hefur byrjað. Þér eruð auðugir í öllu, í trú, í orði og þekkingu, í allri alúð og í elsku yðar sem við höfum vakið. Þannig skulu þér og vera auðugir í þessari líknarþjónustu. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur bendi ég á áhuga annarra til þess að reyna hvort kærleiki yðars einnig einlægur. Þér þekkið náð drottins vors Jesú Krists. Það fór ég aðeins fram úr. Þetta það sem svo gerist, þannig að þetta ætti að mörguleyti að skýra sig sjálft með þessum bakgrunni. Þarna Páll í Makedóníu og hefur upplifað þessa gleði Makedóníumanna til þess að safna peningum og styrkja bræður sína og systur í trúnni og vill að fleiri taki þátt í þessu mikla verki. Starf kristins manns á að vera starf í þjónustu náungans og það augljóst að það framarlega í huga Páls að vera auðugur náttúrulega í öllu, í trú og í orði við þekkingu, en líka í alúð og elsku og kærleika og þá þessari líknar þjónustu. Eins áhugavert hvernig hann segir frá Makedónumönnum að þeir hafa fyrst og fremst gefið sér drottni, elska drottin af öllu hjarta og öllum huga og síðan að vilja Guðs og elska þá náungan sinn eins og sjálfa sig. Og það einmitt þetta boðorð, að elska náungan eins og sjálfan sig, sem það boðorð í Gamla testamentinu sem oftast vitnað í Nýja testamentinu. En áður en við skiljum við síðara Korintubréf hérna, þá skulum við líta pínlítið nánar á vers 8 þarna. Og hér nefnd þá þessi fyrirmynd Makedóníumanna, hann bendir á áhuga þeirra sem fyrirmynd fyrir Korintumenn. Og ég nefndi það þarna áðan að núna á sunnudaginn eru eflaust einhverjir sem að halda upp á allra heilagrar messu í staðinn fyrir 20. og 3. sunnudag eftir þrenningarhátíð, af því að þetta fyrsti sunnudagur í nóvember. Og það einmitt þetta fyrirmynd trúara sem sem kemur fram í því að þeir haldið upp á allra heilagrar messu. Og á tíma þá var talað dýrlingana, það var haldið upp á dýrlingana, og á siðbótartímanum þá var þurft að ganga í þetta og taka það svolítið í gegn, þessa kenningu dýrlingana,
Og hérna í 21. grein í Augsburgarjátningarinnar sagt frá kenningu lúthersku kirkjunnar varðandi dýrlinga. Og þá sagt dýrlingadýrkun kenna þeir, halda má uppi minningu dýrlingana til þess að við breytum eftir trú þeirra og góðum verkum samkvæmt kölluninni, eins og keisarinn getur breytt eftir Davíð þegar hann heyr stríð og að reka Tyrki úr föðurlandinu því að báðir eru konungar. En ritningin kennir ekki að ákalla eigi dýrlingana eða leita fulltingi þeirra, því hún setur oss Krist einan fyrir sjónir sem meðalgangara, friðþægingu, æðstaprest og fyrirbiðjanda. Hann skylt að ákalla og hefur hann heitið oss að heyra bænir vorar og þessi dýrkun honum mjög þóknanleg, nefnilega sú að við áköllum hann í hverri nauð, 1. Jóhannesbréf kapli 2, ef einhver syndgar þá höfum árnaðar mann hjá Guði vorum og svo framvegis. Og hér nefnilega bent á það að nýta sér þá sem undan eru gengnir með góðu fordæmi og taka þá sér til fyrirmyndar og sérstaklega þá sem eru fyrirmynd trúarinnar. Og það tengingin við þetta að Makedóníumenn ganga hér undan með góðu fordæmi. Við skulum þá að lokum kíkja á guðspjall sunnudagsins sem hérna kemur úr fjallræðinni. Fjallræðin kapli 5, 6 og 7 í Matthews guðspjalli og þetta eru fyrstu versin í kapla 6. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnunum, þeim til sýnis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu skaltu ekki láta þeyta lúðu fyrir þér, eins og hræsnarar gjöra í samkunduhúsum og á strætum, til þess að hljóta lof af mönnum. Sannarlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gjörir, svo að ölmusa þín sé í leyndum og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Hér vantar, og nær þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannarlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leynum, faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Hér sem sagt bent á tvisvar og endurtekið hættuna við það að vera réttlátur að mörgu leyti. Það að segja að réttlæti í eigin augum veldur stolti. Og réttlæti ekki satt að sönnu réttlæti. Ef það gert til sýnis fyrir öðrum, verkin eigin eru ekki réttlát, heldur þarf hjartað að vera með. Annars ekki raunverulegt réttlæti að ræða, því að góð verk koma sem ávöxtur af nýja manninum, þeir sem Guð hefur skapað að nýju í endurfæðingunni, en ill verk koma af gamla manninum. Þetta eins og þegar Jesús talar stuttu síðar góðan og vondan ávöxt. Gott tré ber góðan ávöxt og vont tré ber vondan ávöxt. Og verk sem ekki spretta af góðu tré, þannig orðið komast, geta ekki verið góður ávöxtur. Jafnvel þetta líti út eins og réttlæti, jafnvel þetta sé réttlæti í almennum skilningi, ef það sprettur ekki af þessu góða tré, þá það sem sagt ekki satt réttlæti, eða allavega ekki réttlæti fram fyrir Guði. En samt sem áður þá það að gefa ölmusu í leynum, eða biðjast fyrir í leyni, það samt sem áður ekki leið til þess að vinna sér þá í staðinn einhvern greiða hjá Guði, eins og maður sé þá að vinna stig hjá Guði í staðinn fyrir að vinna stig hjá náunganum. Og við tökum bara þetta með ölmusuna að maður gefur af hendi eitthvað til náungans eins og nokkurs konar þakkarfórn
þá kom fram í sálmunum áðan að öll jörðin tilheyrir Guði. Við getum ekki gefið neitt, hvorki til Guðs né til náungans sem raunverulega tilheyrir okkur, vegna þess að það tilheyrir raunverulega Guði. Hjá okkur það bara að láni og þar af leiðandi þetta ekki möguleiki til þess að vinna sér eitt neitgreiða hjá Guði. Réttlæti þarf sem sagt að stjórnast á þessu einfalda boðorði, þú skalt elska náungann þinn eins og sjálfan þig. Og að mestu á það stað þar sem að Guð hefur sett okkur í lífinu okkar. Það gefin út ágætis bók fyrir á 20. öld, snemma á 20. öld, ég á útgáfu sem prentuð 1960. Ég á hana bara sænsku, Luthers læra om kallelsen. Hún til á ensku líka, Luther on Vocation, þar, skrifuð af Gustav Wingren. Ef ég mismunir ekki þá það líklega Jean Edward Reith sem hefur þýtt hana yfir á ensku. Og hér samt bent á þessa lúthersku kenningu vocatio eða köllunina, að Guð kallar okkur til góðra verka í lífinu þar sem við erum. Foreldrar eru kallaðir til þess að elska börn sín, því þau eru náungi foreldrana. Eins eru börn kölluð til þess að elska foreldra sína og eins þá erum við að öllu leyti kölluð til þess að elska það náungar sem okkur næstur hverju sinni. Og yfirleitt það fólk sem að fyrirkemur í lífi okkur allan tíman. Stundum það þó þannig að við erum kölluð til þess að elska náunga sem við höfum ekki heyrt og það gefa ölmusu getur verið ein af þeim aðferðum. Eða það að segja einn háttur þar sem þetta kemur til sjónar, að við elskum náunga okkar eins og okkur sjálf. Og það getur þó verið til dæmis eins og postularnir gera í síðari ritningalestrinum að þegar þeir safna inn fé til að gefa söfnuðinum í Jerúsalem og söfnuðinum í Júdeu. Og þá má náttúrulega taka það fram að við fáum svona boðorð eins og það að hægri hönd megi ekki vita hvað vinstri höndin gerir. Þá þýðir það ekki að menn megi ekki taka höndum saman og vera með svona fjársöfnun eins og Páll gerir, heldur þýðir að einmitt að þetta lítur aftur tilbaka að fyrsta versinu, að við eigum ekki iðka réttlæti okkar öðrum til sýnis. Stundum gerist það samt, að verk okkar verða til sýnis en það ekki hægt að komast hjá því. Og það ekki rangt, eins og það ekki rangt það sem Páll gerir hér. Heldur það að nýta verk sín sem verkar réttlætingu, annarkvort frammi fyrir mönnum eða frammi fyrir Guði, sem hvorugt þá hægt. Síðan að lokum má benda á það að gefa ölmusu gott verk til dæmis og við höfum ýmis svona góð verk eins og þau og þau lenda öll í þessu, það má segja í þessari köllun sem við höfum til þess að elska náunga okkar eins og okkur sjálf. Og í þessum köllunum þá höfum við ákveðna skyldur. Og það ekki þannig að við getum nýtt okkur eina slíka skyldu til þess að trompa aðra skyldu. Og kannski besta dæmið úr Markúsarguðspjalli í kafla 7. Hérna Jesús að tala við faríseana og hann segir þeim frá hvernig þeir hegða sér. Við lesum frá versi 10. Móses sagði, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja. En þér segir, ef maður segir við föður sinna eða móður, það sem þér hefði geta orðið til styrta frá mér korban, það musterisfé. Þá leyfið honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föður sinna eða móður. Þannig látið þér erfikenningar yðar sem þér fylgi fram ógilda orð Guðs og margt annað gjörir þér þessu líkt.
hér einmitt gott dæmi það að einhvern sem átti að sjá fyrir foreldrum sínum, kannski öldruðum foreldrum hér, sem náttúrulega ekki hafði neitt heilbrigðiskerfi á þeim tíma, velur þess í stað að gefa peningana sem áttu að ganga til foreldrana til mustrisins. Og margir myndu náttúrulega líta á það þannig að það nú mjög góð málstaður að gefa peninga til mustrisins eða að gefa í samskot í kirkjunni sem myndi vera hliðstætt. En Jesús segir það ekki rétt að taka peningana sem áttu að gefa foreldrum og setja þá í musturiskistuna að þessu leyti. Það ekki þannig að það er að nýta sér eina skyldu til þess að ógilda aðra skyldu eða trompa aðra skyldu með þessum hætti. Þannig að allt þetta kemur náttúrulega líka inn þegar við lesum vitningateksta sunnudagsins. Hann hvatning til þess að hugsa fátækan náunga sinn og gefa ölmusu, gefa fé til þess sem ekkert hefur, en það þó ekki afsökun til þess að taka það fé frá annarri skyldu og ógilda hana. Ég get svo sem sé fyrir mér ýmsa, ég þarf nú kannski ekki að taka allt saman fram, en það er að sjá fyrir sér ýmsa hætti þar sem þetta hefur gerst. Og þetta er það sem ég hef tekið saman svona þessa texta sem inngang og hér síðan slekki bara á upptökunni núna og við getum haldið áfram gegnum umræðu.